Á Íslandi, líkt og í mörgum öðrum löndum, matarsóun mikil og oft fer það svo að stór hluti matarinnkaupa heimilisins endar í ruslinu. Baráttan gegn matarsóun fer fram í grunnskólum á Norðurlöndum frá 11. nóvember 2015 til 23. mars 2016 og allir skólar geta tekið þátt. Markmið verkefnisins meðal annars að nemendur verði meðvitaðir matarsóun og passi betur upp á hversu miklu þeir sjálfir henda. Glerárskóli á Akureyri tók að sér að vera leiðtogaskóli fyrir verkefnið og þar hafa nemendur til dæmis vigtað þann mat sem fer af diskunum í ruslið. Loftslagsáskorunin áskorun sem fer fram í öllum Norðurlöndunum og á þessu ári einblítt á matarsóun og þessa áskorun sem kallast baráttan gegn matarsóun. Hvers vegna matarsóun tengd loftslagsáskoruninni? Það vegna þess að matarsóun þriðji stærsti mengunarvaldur í heimi og það kannski ekki allir sem að vita það ennþá og þess vegna mikilvægt að vekja athygli á þessu. Hvernig það mengunarvaldur? Já, það á ýmsa vegu. Það allt frá því þegar verið að framleiða mat, það þarf að nota mikið vatni í framleiðslu, það þarf að koma matnum til á ákveðna staði, það verið að fljúga mat oft og síðan verið að vinna, að henda matnum og þá verið að vinna úr ruslinu og það bara á mörgum stigum. Glerárskóli tók að sér að vera svona forystu skóli í þessu fyrir í Norræna félagið og Norræna félagið hér hafði samband við okkur og við tókum þessari áskorun að taka þátt í þessu. Og hvað þið að gera núna þessa dagana? Við erum að vekja athygli á þessari matarsóun og krakkarnir hafa fengið fræðslu hvað þetta snýst og sumir að gera verkefni meðan önnur fyrst og fremst bara að fá svona umræður og umfjöllun og við erum að vigta það sem fer af diskunum þannig að þau séu svolítið meðvituð það og við erum líka að vigta bara hversu miklu við erum að henda í lífrænt frá skólanum almennt, ekki bara á diskum, af því að það fer ekki bara þaðan. Og þetta eitthvað sem mjög nýtt fyrir krökkunum? Í rauninni ekki hér. Við höfum tekið törn í þessu áður að þau að vigta eftir árgöngum. Þannig að þegar að þau sáu hvítu föturnar þá vissu þau alveg að þetta fara að vigta og þá fara þau svolítið í keppni það að það sé nú minnst frá þeirra bekk. En þetta náttúrulega fyrst og fremst vitundarvakning að fá sér passlegt á diskinn og borða borða af disknum sínum. Þannig að þetta nú aðalega það. Þrátt fyrir það að þau fari í svakalega keppni. Já. En nú hefur maður séð tölur víða að fólk sé að henda oft þriðjungi af því sem keypt inn til heimilisins og þetta kannski leiður í því að það breytist í framtíðinni að taka þetta fyrir hjá ungum krökkum. Já, það algjörlega málið að vekja vitund hjá ungu fólki varðandi þetta mál og varðandi að matarsóun sé mengunarvaldur þá líka mjög mikilvægt að vekja vitund á því að henda mat sem það hægt að borða, það í rauninni mjög mikil sóun á auðlindum jarðar og það þannig að ef við myndum öll í heiminum nýta eins og við gerum hér í okkar hluta heims, þá myndum við þurfa fjóra hnetti. Þannig að við verðum einhvern veginn að hugsa hvernig getum við nýtt þær auðlindir sem við höfum á jörðinni. En þú sagðir að það ekki bara það sem hent af diskunum sem matarsóun. Eru það að vinna í þessu á fleiri stöðum? Við erum að vinna í því að reyna að minnka sem sagt að það sé eldað hæfilega mikið og áætlað. Þannig að mötuneytið alveg inn í þessum pakka öllu saman. Og það alltaf vandræði með það að áætla hvað fer mikið af mat og kannski sér í lagi þegar það verða eldun í börn af því að þau borða mismunandi eftir því hvað í matinn. Þannig að það áskorun líka. En þetta nú ekki í fyrsta skipti sem maður heyrir svona lagað í skólum og leikskólum og öðrum stofnunum. Það nú búin að vera svolítið svona vitundavakning síðustu ár eða hvað? Já, en við erum ekki að byrja á þessu núna í rauninni.
En við erum að fara svolítið eftir því sem að Nordinískúlen að leggja til. Þannig að við erum að fara svolítið eftir þeirri uppskrift og þarna okkur boðið upp á ýmis verkefni að vinna með krökkunum. Þannig að þetta mjög gott innlegg í skólastarfi. Og hvert svona höfuðmarkmiðið með þessu átaki gegn matarsóun? Markmiðið fyrst og fremst að vekja athygli á því hvað þetta mikill mengunarvaldur og að við verðum öll að vera svona með í því að sóa minna og það hefur verið síðustu árin þá held ég að við höfum kannski ekki verið nógu vel vakandi fyrir þessu, kannski síðustu áratugina. Það var alveg svo tíð hér á Íslandi að allt var borðað og það var ekki siður að henda mat og við þurfum kannski svolítið að spóla tilbaka í þessum efnum. En þetta þarf að ná til allra, þetta þarf að ná til heimilanna, það er ekki bara skólinn. Það kannski næri gegnum börnin til heimilanna? Já, vonandi og í veitingahús og verslanir. Þetta stórt mál. Já. Svo líka hægt að nýta sér námsgátt Nordinískúlen til þess að fylgjast með hvernig gengur í hinum Norðurlöndunum og það finnst sumum nemendum skemmtilegt að sjá hvernig gengur í Svíþjóð eða hvernig eru við miðað við Danmörk. Þannig að það svona ýmislegt hægt að vinna í þessu.